Við ætluðum að rækta skordýr og nota þau til þess að búa til matvæli. Startup Reykjavík viðskiptahraðall þar sem að einstaklingum og teymum gefst færi á að gera hugmyndir sínar að veruleika. Arion banki fjárfestir 2 milljónum króna gegn 6% hlut í hverju einu fyrirtæki sem þýðir að hagsmunir bankans eru þeir sömu og fyrirtækjana. Markmiðið í rauninni að hraða þessu ferli sem að fyrirtæki fer í gegnum, stytta þeim sporin og koma þeim fram hjá hindrunum sem að þeim myndu annars lenda á og endanum verða öflugir fjárfestingarkostir fyrir framtíðina. Ég held að það sem komi þáttakendum hvað mest á óvart hversu miklu þau geta raunverulega áorkað yfir þessar 10 vikur sem prógramið varir. Allir þáttakendur í Startup Reykjavík fá fullbúna skrifstofaðstöðu, háhraðatengingu, fyrirlestrarsal og fundurherbergi þannig að þau geta tekið á móti gestum og ráðgjöfum frá þeim sem þeir vilja. Mentorarnir okkar í Startup Reykjavík eru margt af öflugasta og hæfasta fólki landsins sem kemur inn og deilir sinni þekkingu, tengslaneti og reynslu með teymum. Teymin geta valið sér ráðgjafa til að hitta og spurta á spjörunum úr og fengið mjög svona hands-on leiðsögn í því sem að teymin telja sér mesta þörf hafa fyrir. Þegar þú ert að tala við fólk sem hefur gert þetta kannski 10 sinnum áður, þá mjög líklegt að þau geta hjálpað þér og teyminu við að taka réttar ákvarðanir. Við höfum búin að vera í samskiptum við mikið af þessu fólki alveg síðan við kynntumst þeim í Startup Reykjavík. Þeir taka þér opnum örmum og gefa þér alveg mjög dýrmæt ráð. Þeir eru svo ótrúlega mikilvægir fyrir teymin að það ekki hægt að setja vermið á. Þegar þú byrjar í Startup Reykjavík þá alltaf verið að tala þennan Investor Day sem eitthvað svona lokadagurinn í prógraminu. Það var alveg 2 vikur sem við vorum að undirbúa þennan dag. Sjálfsagt einn mest stressandi dagur sem ég hef upplifað. Fyrirtækin standa upp á svið fyrir fullum sal fjárfesta og kynna sínar hugmyndir með það markmiði að fá framtíðar fjárfestingu. Þegar við fáum félög til okkar sem þegar komið með svona engil sem fjárfesti þá það svona gæðastimpill fyrir okkur. Það að séu lítil, það séu sprotafyrirtæki, það séu nýjar hugmyndir að koma upp. Það mikilvægt fyrir allt hagkerfið. Nýtið tækifærið til þess að kynnast nýju fólki og stækka networkið ykkar. Þetta erfitt, þið fara út fyrir það endaramman. Það skiptir ekki máli hversu skrítin eða óhefðbundin hugmyndin er. Þetta byrjunin, þetta upphafspunkturinn, en svo það undir þér komið að taka stökkið og fljúga.